Jæja, góðu gestir, ég byrði að þá sem eiga eftir að klára kaffibjöllunum að slengja honum í sig og gefa næstu þáttakendum gott hljóð. Mér er illa að sussa á fólk. En ég vil bara bjóða, nú reynir á, Eylín Soffía, Eylín, fyrirgefðu, ég klikkaði á þessu, Sveinsdóttur og Anna Kristín Jensdóttir. Svona þéttir hugreikningar, þá get ég ekki borið fram nafnið mitt á svona einhverjum hamborgarastöðum í Ameríku, því það hljómar mjög illa. En það komið frá átaki félag fólks með þroskahömlun og ætla að taka fyrir sína upplifun af því að fara á ferðamannastæði hér á Íslandi. Gjörðu svo vel. Ágætu gestir, ég heiti Eylín Soffía Sveinsdóttir og formaður átaks félags fólks með þroskahömlun. Sumarið 2016 fékk átaksstyrk frá atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu til þess að kanna aðgengi fatlaðs fólks að ferðamannastöðum. Í kjölfarið var skipaður vinnuhópur og Venný Hönnudóttir ráðin verkefnastjóri. Haft var að leiðarljósi að hafa sem fjölbreyttastan hóp fatlaðs fólks í aðgengisóknum. Vinnuhópinn skipuðu Anna Kristín Jensdóttir, Gísli Björnsson, Inga Hanna Jóhannesdóttir og Lilja Sveinsdóttir ásamt mér. Mikilvægt var að fatlað fólk tæki sjálft þátt í framkvæmdinni til þess að það gæti upplýst hvað mætti betur fara á þeim stöðum sem voru skoðaðir. Þar sem aðgengishópurinn gat ekki skoðað og lagt mat á alla ferðamannastaði, þá setti hópurinn saman þrjár dagsferðir sem innihéldu vinsæla ferðamannastaði. Fyrsta dagsferðin var safnadagur, önnur var Gullni hringurinn og þriðja var ferð Suðurland. Þegar við fórum í safnaferðina þá skoðum við Árbæjarsafnið, Landnámssýninguna og Þjóðminjasafnið. Önnur dagsferðin var Gullni hringurinn, þá skoðum við Gullfoss, Geysi og Þingvelli. Þriðja dagsferðin var Suðurland, þar skoðum við Skrúðgarðinn í Hveragerði, Seljalandsfoss og Reynisfjöru. Upplifun vinnuhópsins af þessum ferðamannastöðum sú að ennþá ýmsu ábótavant varðandi aðgengi að ferðamannastöðum á Íslandi. Hópnum þótti hvergi gert ráð fyrir fötluðu fólki að fullu við ferðamannastæðina, þrátt fyrir að oft hafi verið vakin athygli á aðgengi fólks sem notar hjólastól í einhverju mæli, þá hjólastólaaðgengi almennt frekar slæmt. Jafnvel þó viss þjónusta eins og salerni fyrir fatlað fólk sé til staðar, þá þau ekki alltaf aðgengileg líkt og raunin var við Seljalandsfoss. Áhugavert að það virðist alls ekki gert ráð fyrir að fólk með þroskahömlun hafi gaman að ferðast og kynna sér nýja áfangastæði. Á þeim stöðum sem við heimsóttum var hvergi hægt að nálgast efni á auðlesnu eða auðskildu máli. Myndmál var oft að skornum skammti og þá yfirleitt eingöngu á viðvörunarskiltum. Myndmál var sjaldan notað til þess að kynna efni sem vert var að skoða á staðnum. Það var á einungis og einum stað við Gullfoss. Hvað varðar heyrnarlaust fólk? Þá var aðeins hægt á einum stað að fá táknmálstúlkaða ferð svæðið en það á Þjóðminjasafninu. Á öðrum safnum fékk hópurinn alltaf neitun þegar spurt var slíka þjónustu. Aftur á móti var nánast alltaf einhver skrifaður texti sem gæti nýst þeim hópi. Sjónskertu og blindu fólki var alls ekki alltaf gert kleift að taka þátt í því að skoða og upplifa staðina sem voru heimsóttir. Fáir staðir buðu upp á búnað til þess að hlusta á upplýsingar og aðgengi að stöðunum var oft erfitt, hvergi voru leiðalínur og glerhurðir voru illa merktar.
Áhugavert þótti hópnum að á heimasíðu Borgarsögusafns sérstaklega tekið fram í aðgengislutanum að á Árbæjarsafni sé salerni ætlað fötluðu fólki. Hópurinn upplifði þó salernis aðstöðuna á skornum skammti því salernið hafði ekki verið í lagi hálft sumarið og enginn starfsmaður virðist vita hvers vegna. Ætli það sé komið í lag. Á Árbæjarsafni var hópurinn einnig sagt að væri ekki aðgengi fyrir fólk sem nota hjólastóla því að húsin væru friðuð. Í ljósi þessara upplýsinga var áhugavert að lesa lög húsfriðun þar sem hægt að sækja undanþágu til að gera hús aðgengileg. Hópurinn velti því einnig fyrir sér hvert raunverulegt aðgengi væri þegar lyfta væri til staðar sem ekki hægt væri að nota nema starfsmaður væri á svæðinu. Nothæfið í það minnsta ekki mikið. Lýsing á húsum í Árbæjarsafni var lítið en það gerði það að verkum að sjónskertur einstaklingur gat ekki séð sýningamunina. Þar var heldur ekki hægt að fá búnað til að hlusta á upplýsingar á staðnum. Upplýsingatexti var misgóður en það fór eftir því hvaða bakgrunnur var, hvort skerpan væri næg til þess að sjónskertur einstaklingur gæti lesið textan. Af þessum sökum geta sjónskertir eða blindir ekki notið þess að fara á Árbæjarsafn. Þjóðminjasafnið hafi fengið viðurkenningu frá Sjálfsbjörgu fyrir gott aðgengi. Starfshópurinn var að mörgu leyti sáttur við aðgengi á Þjóðminjasafninu en það til dæmis eina safnið sem tilbúið að verða við óskum táknmálstúlkaða ferðir þó þær séu ekki hluti af reglubundnum ferðum. Það var mjög gott hjólastóla aðgengi inn á safninu en hópurinn gat því miður ekki verið sammála því að aðgengi gæti talist gott fyrir alla þar sem að það ýmislegt sem ekki verið hugsað úti varðandi sjónskert fólk og fólk með þroskahömlun. Inngangshurðir sem úr gleri til að mynda ekki nægilega vel merktar, hvorki í hæð, fullorðina né barna og því auðvelt fyrir sjónskertan einstakling að ganga á glerið. Notuð var grárönd til viðvörunar en hún rann saman við umhverfið. Eins vantar leiðalínur safnið, ekki var hægt að nálgast auðlesin eða auðskildin texta með upplýsingum safnið. Þó svo við getum ekki gert kröfu að náttúrun sé fullkomlega aðgengileg, þá margt sem við mannfólki getum gert til allir geti notið hennar. Reynisfjöru ekki hægt að skoða ef einstaklingur þarf að nota einhvers konar hjálpartæki til að fara því tækin sökkva bara í sandinn. Aftur á móti væri vel hægt að byggja timburgöngustíg út í fjöruna sjálfa til þess að einstaklingar sem nýta sér hjálpartæki geti upplifað fjöruna og einnig virt fyrir sér fallegt stuðlabergið. Eins væri hægt að setja upp útsýnispall hjá Geysi en eins og aðstæðan í dag ekki mögulegt að fara alveg að hvernum til dæmis með hjólastól. Árbæjarsafn, Þingvellir og Geysissvæðið höfðu verið tekið út af gott aðgengi.is á árunum 2011 og 2012. Þegar hópurinn bar saman þær úttektir með við upplifun hópsins þá hefðu ekki orðið neinar úrbætur á þessum stöðum. Þess vegna mikilvægt að aðgengi að ferðamannastöðum verði sett í gildandi lög. Það þarf að gera kröfu að þjónusta við ferðamenn verði einnig aðgengileg fötluðu fólki. Með við þessa samantekt þá auðséð að það ýmislegt sem var ábótavant í heimsóknum okkar ferðamannastaðina. Hægt að nálgast nánari lýsingar á upplifun hópsins á hverjum stað fyrir sig í skýrslu vinnuhópsins. Skýrslan aðgengileg á lesa.is. Takk fyrir.
Ég heiti Anna Kristín Jensdóttir og 24 ára nemi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Ég fædd með CP heilalömun og get gengið með göngugrind, en ástæðan fyrir því að ég nota mestmegnis hjólastól í daglegu lífi að hann gerir mig kleift að vera mjög sjálfstæð við flestar athafnir daglegs lífs. Foreldrar mínir lögðu áherslu á það alla mína æsku og skólagöngu að ég öðlaðist eins mikla færni og hægt væri og lærði aðferðir til að bjarga mér að mestu leyti sjálf eða með lágmarksaðstoð. Aðgengi hefur því lengi verið mér mjög hugleikið og því fannst mér mjög áhugavert að taka þátt í aðgengishópi átaks á liðnu sumri ásamt góðum hópi fólks eftir mikla hvatningu og naut ég þá oftast aðstoðar eins af 7 persónulegum aðstoðarmönnum mínum sem skiptast á að koma að aðstoða mig í nokkra klukkustundir á dag eins og ég þarf, en ég þarf ekki meiri aðstoð, þökk sé því viðhorfi foreldra minna að leggja snemma áherslu á að ég lærði að bjarga mér sjálf þrátt fyrir fötlunina. Við fórum á nokkra ferðamannastaði í Reykjavík og nágrenni. Það vakti fljótt undrun mína hvað aðgengi fyrir hjólastóla var slæmt eða takmarkað. Á nokkrum stöðum komst ég hvorki inn eða á klósettið og enn öðrum varð ég að fara aðrar leiðir en hópurinn sem ég var með og jafnvel lengri og stundum komst ég hreinlega ekki Þetta hefur marga galla og sýnir glöggt hvað við erum í rauninni komin stutt á veg í aðgengismálum hér á landi. Ég kýs þó að horfa á jákvæðu hliðarnar og get til dæmis nefnt að lélegt aðgengi býður upp á fría líkamsrækt fyrir aðstoðarfólkið mitt. Eitt gott dæmi það var þegar aðgengishópurinn fór og skoðaði Reynisfjöru í einni af skoðunarferðum sumarsins. Þar var engin stígur niður í fjöruna, heldur einungis sandur. Aðstoðarkona mín og einn annar meðlimur hópsins þurftu því að hafa fyrir því að koma mér upp úr fjörunni, sem mjög gaman að skoða þegar maður fastur. En þetta á ekki bara við ferðamannastaði. Einn liður í því að gera mig sjálfstæða var að með stuðningi foreldra minna og fleira góðs fólks tók ég bílpróf fyrir nokkrum árum síðan og keypti mér í kjölfarið sérútbúinn bíl með hjólastólalyftu í hliðarhurð fyrir aftan bílstjórasætið. Allt of oft hef ég lent í því að ég kemst ekki eða get ekki athafnað mig á bílastæðum. Bílastæði merkt fötluðum eru oft á tíðum notuð ólöglega án merkinga, eru í halla, þau eru of fá, of illa staðsett eða ekki í réttri breidd. Slíkar aðstæður urðu til dæmis til þess að síðastliðinn vetur lenti ég í þó nokkrum óhöppum sem leiddu meðal annars til meiðsla á öxl og höfði sem tók sinn tíma að jafna sig á, en þessi óhöpp og afleiðingar þeirra skilja eftir sig ótal spurningar, hugarangur og pælingar hjá mér og efni í heilstæðs fyrirlestur sem ég ætla að gera mitt besta til að hlífa ykkur við. En sem dæmi afleiðingar af þessu má nefna að ég missti áhugann á því að fara út úr húsi, hreyfingu og einnig íþrótt sem ég hafði stundað í mörg ár og enn í dag veigra ég mér oft að fara út úr húsi. Það var í raun ekki fyrir en í janúar á þessu ári að ég fekk einhverja löngun til að fara út og stunda einhverja hreyfingu á ný í fylgd aðstoðarfólksins míns eftir mikla hvatningu, en áhugahvötin sem slík hjá mér enn takmörkuð og ég hef ekki sömu ánægjuna af því og áður. Ég spyr því, viljum við þetta? Vinnur kostnaðurinn við að búa til gott aðgengi ekki upp á móti hættunni sem slæmt aðgengi getur skapað og afleiðingum þeirra líkt og gerist í mínu tilfelli? Hvað ætli andlegi og líkamlegi skaðinn sem getur hlotist af lélegu aðgengi kosti einstaklinga á heilbrigðiskerfið í tíma og peningum? Yrðu aðsóknartölur ferðamannastaða ef til vill ekki hærri ef huga væri betur á aðgengi? Jafnvel þó það kosti peninga. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Þetta eru áhugaverðar myndir. Ég hef líka að þú myndist á að menn eru duglegir að leggja við hliðina á þér, Anna. Já. Og maður fengi að fylgjast með því á Facebook og líka því að það var minnst á Reynisfjöru þarna og þannig stundum kallað að þeirra menn eru að reyna að gera tilraunir til að bara hreinlega að kála sér í Reynisfjöru með svona svokölluðum Darwin Awards með því að hlaupa á móti öldunni. Þá held ég að sveimir þá að menn fái 2 Darwin Awards þegar þeir leggja svona við hliðina á þér. Já.
Já, Slíkar hugmyndafræðin og henni er engin takmörk sett. nei. En við megum náttúrulega ekki gleyma því að þetta er fín líkasett fyrir aðstofafólki þó að fagfólk væri kannski ekki alveg sammála. En það er líka bara spurningin, sko, það er verið að setja mikla peninga í að gera bragarbót á ýmsum ferðamannastöðum og ég held ég fari rétt með það að allir þeir styrkir sem að úr sjóðum ferðamannastæði fá, að allir þeir styrkir eru eyrnamerktir því að það verði að tryggja aðgengi fyrir alla og ég vona að svo sé gert. Við höfum smá tíma fyrir kannski nokkrar spurningar ef að einhverjir brenna í skinninu út í sal. Gretar? Fyrirgefðu, ég Grétar heiti ég og ég vil þakka þeim Stöllenberg fyrir frábær erindi og skemmtilega hvernig þú nálgast þetta mitt og bæði ertu að sýna hvað það er sem er að hamla þinni, að gera þig fatlaðri en þú ert í rauninni, en samt ertu nálgast þetta jákvæðan átt eins og við verðum að gera. Þannig að þetta er bara til fyrirmyndar og frábær erindi hjá okkur báðum. Takk fyrir þetta. Ef það eru ekki fleiri spurningar þá bara þakka ég kærlega fyrir.